Fagriskógur við Eyjafjörð. Í þessum bæ fæddist Davíð Stefánsson 21. janúar 1895 og gerði þetta skáldlega bæjarnafn að bókmenntasögulegu nafni. Við vestanverðan Eyjafjörð skerast víkur og vogar inn í landið og hér bast Davíð tengslum við íslenska bændamenningu sem hann hélt ætíð fast við. Foreldrar Davíðs voru Stefán Stefánsson bóndi og alþingismaður og Ragnheiður Davíðsdóttir. Davíð ólst upp í hópi 7 systkina við gott atlæti. Einkum var alla tíð kært með honum og móður hans, Ragnheiði, eins og glöggt kemur fram í kvæðum hans. Víst hefur náttúran og umhverfið allt haft örvandi áhrif á skáldneiðan ungling. Bæjarlækurinn kliðar hér enn og fellur til fjarðar. Fagriskógur er ysti bær á Galmarströnd. Hann var áningarstaður ferðamanna á leið til Svarfaðardals og Ólafsfjarðar. Bræður Davíðs voru 3 og urðu allir umsvifamenn, hver á sínu sviði. Fyrir neðan bæinn er Arnarnes og í góðu skyggni sér til Kaldbaks, en nú er haustgrámi yfir og dumbungur. Þótt margt sé breytt í Fagraskógi er þar enn myndar bíli og þar hefur sama ættin búið í tæpa öld. Nú býr þar 3. ættliður Magnús Stefánsson, bróðursonur skáldsins. Magnús, Davíð segir í ritgerð sem heitir Í haustblíðunni: hvar sem ég er staddur á hnettinum er skammt heim í Fagraskóg. Hann var ákaflega tengdur þessum stað alla ævi, var það ekki? Jú, hann eins og þú segir, þá þóttist hann alltaf eiga hérna heima og reyndar átti hérna heima alla tíð og var mjög tengdur staðnum, og hann kom hér þegar hann vildi og gisti og hélt hér til. Það var svolítið misjafnt hvað hann kom oft og hvað hann stoppaði lengi í hvað skipti, en hann átti hér alltaf athvarf og ef hann hafði löngun til. Og var raunverulega eins og heimilismaður, sem sagt? Já, hann var heimilismaður og hann lét sig allt varða, bæði hér í Fagraskógi og eins í það sem gerðist í sveitinni allri, og spurði mikið hvað nágrannir væri aðhafund og hvernig þeim gengi og í þá áttina. Nú fékkst hann við skáldskap sinn hér meðan hann var hérna? Já, ábyggilega hefur hann gert það. Ég man eftir að hann kom kannski hér og var í svona hálfu, ég veit ekki hvort ég á að segja dapur, en svona í þungum þöngum, og stundum var maður var við það að hann gekk fram og aftur herbergisgólfið sitt, kannski hluta nóttinni, og svo kom hann og gekk hérna fram og aftur hlaði kannski morguninn eftir og var í þungum þöngum og var með hausinn ofan í bringu. Og hann gekk alltaf með lítinn blýant í vestisvasa sínum og blaðsnepil, og hann svo stoppaði hann kannski á göngunni og tók upp blýantinn og hripaði nokkur orð á blaðið, og stundum sneri hann svo við og gekk beint upp á herbergið sitt aftur og skrifaði kannski, var það alltaf einhvern tíma þar uppi. Hann var þar yfirleitt einn og það vissi enginn hvað var að gera, og kom svo kannski niður ennþá glaðari og eftir, og þá hefur hann trúlega fundið þetta orð sem hann var að leita, eða setningu eða hendingu sem hann var kannski búinn að berjast við að finna lengi. Ég held að hann hafi aldrei verið á landinu annars staðar á jólum, til dæmis heldur en hér í Fagraskógi. Hann kom hér alltaf, og það má segja að hann kom venjulega daginn fyrir Þorláksdag, og þá er mér það í barsminni að þá byrjuðu jólin hjá okkur krökkunum.
þetta var ógulega gaman að þá fá hann. Það kom svona ferskur blær og ég man það að hann gerði oft móður minni orðum það að gera nú ekki laufabrauðið fyrir en að hann væri kominn, af því að hann hafði óskaplega gaman að skera út laufabrauð og gerði það alveg listalega vel. Og þá voru jólin komin þegar Davíð var kominn og fann að skera laufabrauð. Þá hafði hann alltaf eitthvað að segja í leiðinni. Á hofi í Hörgárdal dvaldist Davíð oft í æsku. Þar bjuggu móðurafi hans og amma, séra Davíð Guðmundsson og Sigríður Ólafsdóttir. Bæjarhús þeirra frá fyrri öld stendur hér enn. Sonur þeirra og móðurbróðir Davíðs var Ólafur Davíðsson, náttúrufræðingur og þjóðsagnasafnari. Hann safnaði þulum og þjóðkvæðum sem höfðu mikil áhrif á Davíð og settu mark á skáldskaparstíl hans. Andrúmsloftið hér hefur beint huga hins unga pilts að skáldskap og þjóðlegum fræðum. Við getum hugsað okkur hann sitja hér og sökkva sér niður í þjóðkvæðasafn frænda síns. En Ólafs naut hann skamma hríð því að hann drukknaði í Hörgá árið 1903. Davíð var aðeins 13 ára þegar hann hóf nám í gagnfræðaskólanum á Akureyri, sem nú er menntaskóli. Þar fór hann að fikta við skáldskap. Hann lauk prófi árið 1911. Áfram skyldi haldið á námsbrautinni, en nú veiktist Davíð og átti í þeim sjúkleika árum saman. Þá dvaldist hann löngum heima í Fagraskógi. Hann sagði sjálfur að þessi tími hefði snúið hug sínum að skáldskap fyrir alvöru og sólskinið og heilnæma loftið í Eyjafirði gefið sér heilsuna á ný. Einn vetur var hann í Kaupmannahöfn. Þar kynntist hann Sigurði Nordal sem kom fyrstu kvæðum hans á framfæri í tímaritum. Davíð var því orðinn þekkt skáld þegar hann lauk stúdentsprófi í Reykjavík vorið 1919. Haustið kom svo fyrsta bók hans, Svartar fjaðrir. Hún varð ungu, ljóðelsku fólki opinberun. Eftir Svartar fjaðrir kom hver bókin af annarri.
þjóðin var með á nótunum. Davíð orti ljóð sem allir lærðu strax, fóru með og sungu. Sú kynslóð sem lifði Davíð nú óðum að hverfa. Ennþá eru þó ýmsir til frásagnar þessa rómantísku tíma, árin milli stríða. Árni Kristjánsson, píanóleikari, einn af nánustu vinum Davíðs Stefánssonar og fylgdist með ferli hans áratugum saman. Hvenær kynntust þið fyrst? Já, það getur nú stundum verið dálítið erfitt að segja hvenær eitt og annað byrjar, en ég kynntist Davíð löngu áður en að hann vissi nokkuð um mér. Ég sá hann sem drengur ganga götur á Akureyri, hann var eldri miklu en ég og var þá ungt skáld. En svo las ég kvæðin hans, fyrstu kvæðin sem kom út í svörtum ljöðrum og hreifst mjög af þeim. Þá var ég kominn til Kaupmannahafnar og fann nám þar og ég fekk strax ást á þessum ljóðum. En við hittumst eiginlega ekki fyrr en í sendiráðinu íslenska í Kaupmannahöfn hjá Tryggva Svörfuði. Hann var góðkunningi Davíðs og þá var Davíð að búa sig undir Rússlandsför. Nú, þegar að þú verður svo að kynnast Davíð að ráði, það þá líklega 1930. Já. Og hvar bjó hann þá? Hann bjó í gamla barnaskólahúsinu á Akureyri sem var búið að leggja niður skólann, eða ekki húsin. Og þar var bókasafn til Húsavíka sem hann var amtsbókavörður og hann hafði 2 stofur til umráða. Annað var vinnustof hans og hitt var svefnherbergi. En það var þarna langur gangur og fyrir innan var svo, í öðru kennslustofu voru svo bækurnar og lestrarsalur. En Davíð undi sér þarna vel, hann bjó aleinn í húsinu og hann samdi þarna kvæði náttúrulega og þarna var líka Gullnahlíðið til. Já, það er einmitt það. Þú fylgdist nú svolítið með því, getur þú sagt mér aðeins frá því? Já, ég fylgdist svolítið með því en það var sérstaklega minnistætt þegar hann las það fyrir okkur Pál Ísólfsson. Páll var þá staddur á Akureyri og hann las þetta allt frá upphafi til enda og lék allar persónurnar. Hann hafði teiknað sterka og hremmikla rödd eins og veist nú og blæbrigðaríka og hann gat breytt sig í hvaða persónu sem var. En þegar hann kom að lokum, það var þarna Kettlingin og Jón og Gautan eða óvinnurinn og líka postularnir, Páll og Pétur og svo var hann náttúrulega englakórinn þarna líka og þegar hann las eða söng öllu heldur þessi orð sem hann leggur englinum minn eyja fyrir Gullnahlíði þá rétti hann út hendina og lét hann svífa loftið og þá fylltist allt á kliði og vængjartæki þótti mér. Já. Þetta var sérstaklega áhrifamikið. Já. Við vorum náttúrulega búin að fá svolítið í stauk. Aðeins, já. Nú Páll samdi lögin. Hann samdi lögin þetta, já. Og þá dettur mér í huga að spyrja, nú hann alltaf verið samið mjög mikið af lögum við ljóð eftir Davíð og þau eru mjög sönghæf. Var hann músíkalskur maður sjálfur? Já, það er ekki svo þetta fullur það. Ég get þeim dæmi, hann var að vera heima í Fagraskógi sjúkur og var að hætta námi hér fyrir sunnan og þá gaf faðir hans honum fiðlu og hann lærði sjálfur á þessa fiðlu og lærði að stilla hana og spila á hana og hafði mikla unun af því. Svo var hann alveg sérstaklega næmur á það sem hann heyrði náttúrulega og hafði ákaflega mikla mætur á Beethoven sérstaklega og já, ég held að sé þetta það. Já. Og hann var líka náttúrulega fiðlungurinn í
Gullnahlíðinu. Ég beið þín lengi, lengi, mín Liljan fríð, stillti mína strengi gegn stormum og hríð. Ég beið þín undir björkunum í bláskógahlíð. Ég leiddi þig í lundin, mín Liljan fríð, sól skein á sundin sumarlanga tíð, og blærinn söng í björkunum í bláskógahlíð. Leggur loga bjarta, mín Liljan fríð, frá hjarta til hjarta himinn hvelin víð, og blítt undir björkunum í bláskógahlíð. Hvað finnst þér merkilegast við Gullnahlíð, stuttu máli? Mér finnst það merkilegast að það gerist inn í leiksviðið er Heilabú Kerlingar. Og Heilabú Kerlingar er íslensk alþýða á réttrúna tímanna lúterska. Og hann sér allt umhverfið með augum þessara konu. Hann kallaði hana fóstur sína. Hún varð honum ímynd kærleikans. Það er talað að Beatrísa hafi verið eins konar kristmynd Dantes. Dante sá í Paradís í Divina Commedia með augum heimsmannsins. En Davíð sá Paradís eða himnaríki, gullna hlíðið með augum Kerlingar, þessi íslenskrar alþýðu, eins og þetta var sveitabær, vinalegur bustabær, og þannig horfði þetta fólk út sinn glugga, og fjallið voru íslensk fjöll, og þetta var íslensk leið inn í íslenskan sveitabæ, og kærleikurinn var þar í fyrirrúmi. En við skulum ekki gleyma því að hann breytti þessu afar mikið. Þjóðsagan er með hortuga Kerlingu, og kvæðið sem að Davíð orti sálina hans Jónsmíns fyrst, það var í framhaldi af þjóðsögunni, en hann snar breytti stefnu í Gullnahlíðinu og bjóð til þessa mildu konu og klauf út úr henni þessi gömlu hortugheit sem hann yfirfærði síðan á Jón í Skjóðunni. Þetta er svona í stuttum máli, þetta er afar merkilegur hlutur og gífurlega mikilvægt að gera sér grein fyrir því að þetta er fínasti skáldskapur, og það má ekki klippa á þennan ljóðræna silfurþráð í verkinu. Þá gufar verkið upp. Eiginlega var það nú ekki sjálfrar mín vegna ég fór að brjótast í þessu. Mér langaði rétt aðeins að færa það í tal við þig, hvort þú væri alveg ófáanlegur til að miskunna þig yfir á Jón minn. Ekkert er mér ljúfara en að hýsa þá sem til þess hafa unnið. Og aldrei var það venja mín að vísa mönnum frá að ósekju. Hins vegar verða menn að skilja það að himnaríki er gömul og æruverð stofnun sem ekki vill sitt vita. Það ætti að vera nóg að ráðstafa bóndveginum þegar hann kemur hingað. Já, hann er nú dáinn fyrir nokkru og ekki langt undan. Og hann hefur átt í miklu stríð á jörðinni þessu aumingi, og eins og skilur væri mér það mikill léttir að vita hann í viðkunnalegu stað hjá góðum og sannvönduðum manneskjum. Nú, það er heldur ekki neitt kotvísa að ætla vistan hérna í himnaríki. Nei, þá þekki ég Jón illa ef hann getur ekki létt undir við ýmis störf og unni fyrir mat sínum og leppónum utan á sig. Annars var nú alltaf dálítið þurftafrekur. Það er nú víst ekki hægt á því að daglegt brauð sé skorið við neglur hér í himnaríki. Nei, mér er óhætt að segja hann var bæði verklaginn og sérdeilis natinn við skepnur. Ekki spillið það neinu. En það er oft eins og mönnum síða ekki ljóst fyrir seinan hvað Guð er þóknarlegt. Menn gana áfram allt lífið og treysta á náðina. En hún getur nú stundum brugðist til beggja vona. Við erum vanir að athuga öll plöggin hérna við hliðið. Já, ég veit að himinin lætur ekki að sér hæða. En það ætlast heldur enginn til að Jón minn sé hafður í neinum hávegum. Nei, það ætti margfalt betru við en að vera svona eins konar kúarektor eða beitarhúsamaður.
Þetta eru flétta blómsveig og fást við þess konar smáta. Við höfum nú aldrei verið í neinum vandræðum með okkar fólk þegar það er komið inn fyrir hliðið. Davíð flutti úr gamla barnaskólanum á Akureyri árið 1944 í hús sem hann hafði látið byggja á Bjarkarstíg 6. Það er varðveitt eins og hann skildi við það. Davíð var tekinn að safna bókum af miklum krafti og bókasafnið setur mestan svip á húsið. Hér sat hann löngum einn. Í miðhúsinu vann hann að skáldskap sínum. Þaðan hafði hann útsýn út á fjörðinn. Hér getur að líta ýmsa persónulega muni hans, gleraugun, tóbaksdósirnar og fleira. Í skrifstofunni þekja bækur alla veggi. Hér eru líka ýmsir gamlir gripir og myndir af vinum hans og ættmennum. Ragnheiður Stefánsdóttir, bróðurdóttir Davíðs. Hér í Davíðshúsi eru ýmis hljóðfæri og þá vaknar svo spurning hvort að Davíð hafi leikið á þessi hljóðfæri sjálfur. Nei, ég álít nú að hann hafi gert það ekki í miklu mæli, en hitt geti sagt að hann var mjög músikalskur maður. Og hér er meðal annars banjó, gamall gripur sem hann eignaðist. Og þetta spilaði hann mjög vel á, myndi ég segja. Og sem dæmi það, þá hef ég það að hann kendi mér til dæmis Ó Jesú bróðir besti, sem er nú gott fyrir öll börn að læra að kunna og spila. Og eitt annað lag sem ég er nú búin að gleyma hvað var. Auk þess þá spilaði hann fjöldan allan að öðrum lögum sem ég hafði mikla ánægju á að hlusta af, sem að ég ekki lærði persónulega. Nú með þennan flugil hérna, að þetta mun aðalega Páll Ísólfsson hafa spilað á, samstarfsmaður og góður vinur hans, og svo Árni Kristjánsson, píanóleikari, sem var mikill vinur Davíðs. Og svo svona til gamans, þó að þykir nú kannski ekki merkilegt hljóðfæri, þá er það munnharpan, sem að hann spilaði afskaplega hreint vel á. Segi það móður minni, að mig kveðji til ljóða, andi frá ókunnu landi og ætt jörðin góða. Máttur sem storm stillir, stjörnu blik á tjörnum og löngun til þess að lýsa leitandi börnum. Þú hafði nokkur persónuleg kynni af Davíð Stefánsssyni. Viltu segja mér dálítið frá þeim? Ég langar til að rifja það upp þó að það sé nú ekki beint persónuleg kynni. Þegar ég var í 5. bekk í menntaskólanum, þá var Davíð 50.
Og þá ákvað Sigurður Guðmundsson að við skildum fara blísför heim til hans í heiðurskyni við skáldið. Mér er þetta mjög minnistætt að hafa fengið að halda þarna á einu blísinu og sjá skáldið og heyra, koma út á tröppur og halda ræðu í húsinu sínu nýja, sem var Karl Davíðshús. En skýrust er minning mín af persónulegum kynnum við hann þegar við unnum saman að bókinni Matthías Jochumsson, sem að fékk nafni Skáldið á Sigurhæðum. Hann stjórnaði því verki og ég var vikapiltur hjá honum og kom nokkrum sinnum heim til hans. Og hann tók mér á gamla alúðlega sveitavísu. Hann kom til dyra klæddur í ópressuð afmálsföt, bindislaus, með bládröfnóttan vasaklút upp úr jakkavasanum og bauð mér góðgerðir og tók mér á einstakri alúð. Ég veit, og þú veist það líka, að Davíð var mjög sveiflukenndur og miklar andstæður í fari hans eins og títt listamenn. Þannig að sumir þekktu bara eina hliðin á honum og aðrir aðra. Og sem dæmi má nefna að hann stundum þurfti hann félagsskap. Stundum var honum lífsnauðsyn að vera einn og hafa takmarkalaust næði þegar skáldskaparþörfin stuggaði við honum. Og þetta mátu sumir honum til, jafnvel mannfyrirlitningar og hroka. En það var nú eitthvað annað, því að hann var afskaplega alúðlegur og afstafa hans til íslenskar alþýðu sést nú best í verkum hans. Og mér var hann fjarskalega góður og ég veit dæmi fleiri sem nutu þessi ríkumæli. Á Akureyri bjó Davíð alla tíð. Hann naut þar kyrrðar og næðis, var mikils virtur af bæjarfélaginu og raunar allir í þjóðinni, en blandaði lítt í geði við önnur skáld. Eftir að hann hætti bókavörslu vann hann eingöngu að skáldskap sínum. Ljóðabækurnar urðu 10, leikrit 4 og 1 skáldsaga. Ungur hafði Davíð slegið nýjan streng í íslenskri ljóðlist, en þegar leið á feril hans komu nýjir menn til skjalanna með önnur viðhorf og þjóðfélagið tók hamskiptum. Hvernig litu nýjar skáldakynslóðir á Davíð? Hann var náttúrulega einhvers konar skurðgoð í góðkynjuð vera í mínum æsku heimi. Ég er kominn út úr borgaralegu þjóðfélagi í Vesturbænum, þar sem að menn lásuðu Davíð og Tómas fyrst og síðast og vissu af Steini Einhverstaðar og Jónasi úr Kötlum og þessum mönnum, en Davíð var náttúrulega helsta skáld þessa tíma og ég hafði hann mjög sterklega á tilfinningunni, hugsaði oft hann, las hann mjög mikið og dáðist að hans skáldskap. Það er þarna í stríðinu og upp úr stríðinu sem að Davíð er kannski í einhvers konar lægð, í rís og upp aftur. Já, það er nú einmitt þeir tímar sem eru mjög miklu breytingartímar hjá okkur og mér hefur dottið það í hug að eins og Davíð kom til þjóðarinnar hafi að hann einmitt eftirlit fallið á þeim tíma og þar á ég við það að þá verður mikil breyting í danslagatöftum á þeim tíma og þetta kannski þykir góð að nefna þetta en það fyrir nokkuð mörgum árum var haft viðtal við mig fyrir sjónvarpið og þá nefndi ég það þegar tali barst á Davíð að hann myndi hafa verið besti dægurtexta höfundur sem Íslendingar höfðu eignast fram að þeim tíma og svo þegar viðtalið var flutt í sjónvarpið þá var þetta klippt burt. Og það hefur þótt vitanlega hneykslanlegt að ég ekki segja þetta. En í þessu fólst er engin óvirðing við Davíð. Því að við mættum vera fegnir ef við hefðum eins góðan, ef við hefðum verulega góðan dægurtexta höfund núna, þegar við heyrum alltaf bull sem nú dynur í eyrum frá þeim mönnum sem nú eru að semja dægurlagatexta. En mér dettur þetta í hug vegna þess að í einkenni Davíðs voru þau að hann orti á
talmáli til dæmis. Hann átti greiða leið til almennings með léttum kvæðum, aðgengilegum og sönghæfum, mjög sönghæfum mörgum. Og einmitt textum sem voru sungnir á dansleikjum þeirra tíma. Nú voru orðinni breyttir tímar með öðrum dægulega textum og jafnvel á erlendum málum. Við reyndýra vatn. Úr garði fór ég ungur, en gamall kom ég heim, frá skóginum og vatninu og skóanna anda. Þó liðið sé að hausti hugur minn hjá þeim, í heimi sinna gömlu veiðilanda. Þar reisti ég mér kofa og riðaði mér net, í skóginum hjá vatninu djúpa. Ég hvíldi þar í grasi og glemdi hvað ég hét, en gróðraregnið fann ég á mig drjúpa. Til ferðar var ég kvaddur fjöll og úfin höf, frá skóginum og vatninu ljósa. Svo langt farði ég að fara, til að leita mér að gröf, í landi minna hvítu jökulrósa. Það var mikið það, svona þegar ég var að byrja að yrkja og svona meðal minna félaga, að okkur fannst Davíð svona dálítið tilfinningasamur og það var ekki til siðs í þá daga og átti ekki verið til siðs að láta loga mikið upp á krömmdum hjörtum. En alltaf menn höfðu samt taugar til hans, hvað sem ágekk. Það var greinlegt. Og hvað mig snertir var alltaf einhver rauður þráður í Davíð sem ég kunni vel að virða. Og þú lítur eins á þetta núna eftir þennan tíma sem liðin er? Ég lít nokkuð svipað á það, já. Eins og ég var að segja þarna áðan með þessa tilfinningasemi sem að okkur fannst nú kannski ljóður á hans ráði, þá er það nú svo að á okkar dögum þá er nú slíkur tilfinningalegur eldgangur svo margvíslegur og marglitur að það er eiginlega að seilast hurð til vokunar að gera Davíð Stefánsson að einhverjum sökudólgi í þeim efnum. Líka þegar þess gætt að Davíð var heill og sannur í sínu tilfinningaflæði. Eins má minnast á það að fyrir á öldinni og fyrir mitt minni þegar hérna á tímum harðnandi stéttabaráttu, þá var Davíð legið á hálsi fyrir að vera að drabba í sveitarómantík þegar brýnni verkefni kölluð að. Þó vissu allir hvar Davíð stóð. Hann var fullur af mannúð og samúð, en hann náði bara ekki sambandi við stéttaleg átök. Það var honum einhvern veginn megnalveg. En þá hefði við kannski verið rökrétt að líta á hvort hann var heill og sannur á sínum stað. Og það er þetta sem ég finnst skipta máli núna, svona þegar litið er yfir farin veg. Páll Ísarsson sagði þegar við töluðum saman og ég skrifaði það eftir honum í Dagskinn sól, það var einkavinur Davíðs, saknaði hans mikils, samdi við ljóðans, einstómannst. Hann sagði að Davíð Stefánsson hefði verið nýtt dýrindi í Bláfjallageimi íslenskra ljóðlistar. Þannig horfir hann við mér.
Þannig er þetta dýrindi sem heldur áfram að vera til, hvernig sem allt veltur. Það vissi Steinn, það vitum við. Það sem að kom með var þetta þjóðsögulega dýrindi inn í Íslands samfélag og hann kom með frelsið og þessa opnu, frjálsu, hrynjandi sem einkenni hans og þú getur séð í ljóðum eins og Hvaðan koma fuglarnir eða Konan með sjalið. Ef maður les þessi ljóð sem eru ekki þekktustu ljóðans þá finnur maður andblæ þeirrar framtíðar sem íslensk ljóðlist hlýtur að hverfa til. Mér finnst að það nægi ekki að lesa bréfið hennar Stínu til að þekkja Davíð. Hann er miklu fjölbreytilegra skáld og merkilegra til þess að slíkt nægi. Og hann er í raun og veru svo merkilegur í sínu fjölbreytileik að það mér finnst að vera hálfgerður vansi fyrir þjóðina að skuli ekki hafa verið skrifað hann verulega merkilegt rit. Nú þetta mörgum árum eftir dauða hans. En vonandi fer einhver á stúfana. Sölvi Helgason, flakkari og listamaður og heimspekingur var Davíð hugleikinn og hann samdi Sölva stóra skáldsögu, Sólon Íslandus. Hér er lýst hæfileikamanninum sem fær ekki að njóta sín vegna ytri kjara og innri klofnings. Upp úr sögunni samdi Sveinn Einarsson leikverkið Ég gull og gersemi. Og handtekinn kall minn, með falsa vegabréf, réttlaus flækingur. Þau eru kvíkingi en ekki menn. En þótt þið dilli rófunni framan í yfirvöldin og mistýr mig saklausu manni þeim til geðs, skal ykkur aldrei takast að hefta minn andlega kraft og sálarflug. Svona komið fyrir þér, Sölvi minn. Allt sem stendur í þessu handtöku bréfi svartasta lygi. Ég alfrjáls fyrir Guðs augliti. Við förum jarðar og einrænur andar sem útlagar gisti til fjöll og borg. Líf ykkar stráinn í storminum tala en steinarnir vitna ykkar sorg. Fjöldanum dylst hvaða sýnir þið sáuð við suðræna voga og nyrsta haf. Ég neyðist til að hlýða fyrirmælum bréfsins. Af nýðingum var ég sendur nýðingi. Þú trúir sýslumanninum en ekki mér. Enda var það eðlið þitt frá barnæsku að skríða fyrir yfirvöldunum, rekja þræla ættir þeirra til konunga, skrásetja fornar og nýjar lygar, hnoða saman hálfstolnu rímnastagli sem gleymist og miklar sundur með papírnum. Hann var öðrum þræði mikill augnabliksins maður og sem slíkum alveg gersamlega fyrirmunað að tala hug sér eða yrkja hug sér. Stundum svo hvað svo ramt af þessu að það gat verkað barnalega og þegar sem sagt þegar þess aðna er gætt þá kemur út úr þessu drengur góður með óvenju sérkennilegan tón, sérkennilegt tungutak og ég held að þáttur Davíðs í bókmenntunum sé bæði heill og hugþekkur. Hann var nú dálítið innhverfur maður, en hann var, ég vil segja, hann var föngulegur og fallegur maður og það geislaði stundum af honum þegar hann var glaður og það var sérstaklega fallegur þá. Hann gekk
dálítið álútur, hann hafði veik augu og alltaf glerugu og leit alltaf niður fyrir sig þegar hann gekk göturnar. Og hann gaf sér ekki að mönnum heldur og skipti sér ekki af því sem framfór í kringum hann svo mjög. Hann sagði einu sinni við mig að snilldin, vitið og hjartaþelið, það væri ein heilaga þrenning listamannsins. Ég held að hann hafi borið þetta allt í sig. Davíð. Öldin sem fæddist til frjórra nýmæla heimsins rekald í reiðum sjó og sér hvorki í sólni regni annað en einlita fleti. Já, enn mættir þú sem fyrrum veita mönnum þann munað að gleðjast og gráta í togstreitu suðrænna torga við fjall og fjöru. Standa einir undir stjörnunum og kunna síðir að virða kvöldhimins ró. Heldur þú að skáldskapur Davíðs muni halda velli með nýjum kynslóðum? Já, ég er ekki í vafa um það. Og ég get bara tekið sem dæmi að í fyrra vetur þá las ég nýrómantíska bókmenntir okkar með nemendum Emma á síðasta ári og við lásum að sjálfsögðu nokkur kvæði eftir Davíð. Að vísu þau sem að, svona má kannski segja, gæti meira tilfinningasemi í anda nýrómantíkurinnar heldur en í öðrum kvæðum hans. En þau áttu ákaflega greiða leið og góðan hljómgrunn hjá þessu fólki. Það hreifst ekki aðeins af orðlistans heldur líka tilfinningunni sem á bakvið bjó. Og má ég kannski segja það, þó þessi nú eftirveit ekki frumlegt, að ég held að Davíð sé fyrst og fremst skáld mannlegs eðlis, meira heldur en mannlegs félags, og það út af fyrir sigur að þetta líklegt til langlífis, því að mannlegt eðli haggast ekki svo mikið þó að mannlegt félag takist stakkaskiptum. Davíð lést 1. mars 1964. Hann var lagður í mold í Möðruvallakirkjugarði í Hörgárdal, þar sem hvíla foreldrar hans og annað ættfólk. Við fráfall hans þótti mönnum sem lokið væri mikilli sögu. Af henni hefur aðeins verið unnt að veita ávæning í þessum þætti. Með Davíð hvarf raunar heil öld af sjónarsviðinu. Á skáldævi hans gjörbreyttist íslenskt þjóðfélag. Davíð var barn sinnar tíðar í óvenju ríkum mæli. Mun nokkru sinni koma fram slíkt þjóðskáld sem hann, skáld sem nær að túlka hug og tilfinningar samtíðar sinnar jafn vel og opinskátt? Eða getur hann enn túlkað hug okkar sem eru mótuð af allt öðrum heimi? Ég berst fyrir bylgjum og stormi frá landi til land. Ég bið ekki lífinum lof eða lárviðar krans. Ég þrái að vera með vinum og þó ég allstaðar einn. Allstaðar útlendingur, allstaðar förusveit. Kvæði mín eru kveðjur. Brimið brotnar við naust, ég kom að sunnan í sumar og sigli í haust.
Sigurjón Ólafsson myndhöggvari er einn af þekktustu listamönnum Íslendinga. Hann hefur verið starfandi myndhöggvari 40 ára skeið. Höggmyndalisti nefnist á alþjóðamáli skúlptúr og nær það hugtak miklu betur yfir þessa listgrein en hið íslenska sem er á þröngt í merkingu sinni yfir þau vinnubrögð sem nútíma myndhöggvari stundar. Svo hefur þróun í efnismeðferð á þessu sviði verið á síðustu tímum að ekki er unnt að sundurgreina hana í örfáum orðum. En það gefur nokkra hugmyndu hvað við er átt þegar litið er á hvernig myndhöggvari eins og Sigurjón Ólafsson hefur unnið verk sín. Hann heggur í granít, grástein og marmara, mótari, leir og gifs, tálgari tré og sveigir járn og svæsir kopar. Og hann á það einnig til að tefla saman ólíkum efnum í einu og sama verki, eins og til dæmis járni og tré. Það kemur einnig fyrir að hann notar einfaldan koparsaum eða galvanisirða spíkara til að gefa verkum sínu fjölbreyttara líf. Vírspotti eða málmþynna getur skapað dularfulla spennu eða tjáð gáskakennda tilfinningu, ef það er rétt tengt rekaspýtu. Einfaldir og hversdagslegir hlutir hvor í sínu lagi sem öðlast merkingu og tilgang þegar skapandi meistari hefur farið þá höndum og stillt þá og lagað eftir hugviti sínu og snilld. Verk Sigurjóns Ólafssonar eru mörg í eigu þess opinbera bæði hér og erlendis. Undrar það engan því að það er staðreynd sem leynir sér ekki að Sigurjón Ólafsson er einn af snjöllustu portrettmeisturum hvar svo sem leitað er. Sigurjón Ólafsson er óvenjulegur listamaður, einn af þeim fáu útvöldu. Listan sem er mikla breidd og er gædd óvenju lífsfjöri. Maður veit aldrei hverju hann tekur upp á. Þannig getur nýjasta verk Sigurjóns Ólafssonar verið háklassískt portrett eða fullkomin ástarsjón. Allt eftir því hvernig viðrar andlega í honum í það og það skiptið. Hann er engri kreddubundinn og hann hefur aðeins eitt takmark, hvort heldur verkið er naturalist eða abstrakt, að skapa skúlptúr sem er heimur fyrir sig, heilsteypt verk þar sem formuð öðlast líf af listilegu handbragði en eftirlíking látin veg allrar veraldar. Til að skilja list Sigurjóns Ólafssonar verður að gera sér ljóst að hann er heilsteypt náttúrubarn sem hefur þann stórkostlega eiginleika að vera í senn mikill nútímamaður leið og hann er hefðbundinn listamaður í orðsins fyllstu merkingu. Einmitt þetta er hans sterka hlið, en því miður eru ekki allir sem gera sér þetta ljóst. Því hefur það viljað brenna við að samtíðin hefur ekki alltaf verið dús við verk Sigurjóns Ólafssonar og það verið líka synd að segja að hann hefði verið dús við samtíð sína. Þannig hefur það jafnan gengið til fyrir afburðamönnum á öllum tímum en nútíminn er snöggur dómari og það sem þótti óferjandi og óalandi fyrir fáum árum er nú orðið almenningseign og hefur fest rætur. Það er sama hvers gengst er í verkum Sigurjóns Ólafssonar, hvort heldur er að ræða abstrakta járnmynd eða mótað mannshöfuð. Allstaðar er það hinn klassíski svipur sem fyrst og fremst gerir vart við sig og á honum er öll bygging verksins grundvölluð. Samleikur og fylling formsins, leikur ljós og skugga, togstreita lífs og dauða, sjálft iðandi umhverfi þeirra tilveru sem við sjálfur lifum, viðkvæmni og tilfinningar listamannsins
Allt speglast þetta á skýran og persónlegan hátt í margbreytilegum og dramatískum listaverkum Sigurjóns. Plastísk formkennd er hverjum manni gefin, en mjög er það misjafnt hvernig hún er ræktuð hjá hverjum og einum. Það er því ákaflega persónlegt hvernig fólk umgeist höggmyndalist, eins og raunar allar aðrar listir hverju nafni sem það nefnast. Strax á námsárun sínu vakti Sigurjón Ólafsson verðskuldað eftirtekt hjá kunnáttumönnum fyrir sérstæða hæfileika og afburðatækni í listgrein sinni. Hann dvaldi langdvölum erlendis og vann sér ýmislegt til fræðar. Verk hans voru umdeild, sumir í 7. himni, aðrir hneykslaðir. Stundum voru fyrirsagnir í erlendum blöðum nokkur háfleygar og gátu orðið æði spaugilegar þegar þeim hefði verið snúið á íslenska tungu, eins og sést hér á þessari gamansömu teikningu úr gömlum spegli. Árið 1937 skrifaði hinn þekkti danski listfræðingur Uttenreiter sýningu íslenskra listamanna á Charlottenborg í Kaupmannahöfn og kemst hann niður orði. Meðal myndhöggvaranna er það Sigurjón Ólafsson sem sýnir verulega hæfileika. Lágmynd hans Fiskvinna er vissulega stórvirki í íslenskri höggmyndalist. Á fremsta tanga Laugarnesins hefur listamaðurinn komið sér fyrir á sjávarbakkanum. Þar er heimili hans og vinnustofa, þar heggur Sigurjón Ólafsson verk sinni í harðar bergtegundir og mótar samtíðarmenn í mjúkan leir leið og brimrót faxaflóans, gnauðar á stórgrýtti í fjörunni og seltan ríkur á rúður vinnustofunar. Og nú skulum við bregða okkur í heimsókn til Sigurjóns Ólafssonar í vinnustofu hans.
Sigurjón Ólafsson, hvernig verður leirmynd eiginlega til hjá þér, tæknilega séð? Já, það er nú, maður gerir nú vanlega svona járngrind fyrst, svo sér það hérna, valdir, og svo hljóðum maður utan manna. Leir? Já, það gerir það og þannig síðan er hún steypt, ef á hún að vera, já þá síðan er hún steypt í gifs og svo náttúrulega eyri ef á hún að standa lengur. Er þetta, þessi litla mynd sem er hérna í horninu, er þetta kannski sama fyrirtækið? Þetta er eiginlega svolítið byrjun á þessu, byrjun svona frummynd og... Þetta er sem sagt á öðru stíi þá? Já, þetta er eiginlega frummynd og það var hugmyndið að stækka hana hérna í járnið. En kemur þá, síðan er búin til gifs, ekki búin til gifsmót af þessari mynd? Já, það þarf að taka gifsafsteypu af þessu til þess að það sé eiginlega haldgengt, vanalega. Og svo er gifsmótið notað til þess að steypa í eyri eða koppar eða? Já, svo þarf að steypa í eyri eftir gifsinu. Þegar þú gerir svona frummyndir, Sigurjón, teiknar þú þær fyrst eða gerir þær strax í varnætt efni eða bara lætur þau nægja að gera grindina og fer svo að hlaða leirnum utan á það? Já, ég gerir nú eiginlega, ég gerir það alltaf að ég vinn að gera oft svona smá skissur í leir, svona lausa skissur. Kemur það fyrir hjá þér að þér finnst leirskissurnar eða að þér finnst þær vera betri heldur en endalega útkomir þegar allt kemur til alls? Það er oft svona þegar löngu liðið frá, þá finnst mann einhvern veginn að maður hafi náðið einhvern kannski frekar í skissunni en jafnvel í stækkunni eða stærra. En það sér maður ekki fyrir inn á epli sem betur fer, því að þá myndi maður nú líklega að stoppa bara. Er ekki viðhorfi listamennsins mjög mismunandi eftir því hvaða efni er unnið? Jú, ég myndi halda það. Jú, það er auðvitað sjálfsagt, því það er ekki sama hvað efni er, svoleiðis hvað er hægt að leyfa sér í formi og allavega hana. Það fer þá til dæmis þegar þú heggur beint í stein að þá fer það dálítið eftir því hvernig hnutnum þú hefur valið þér til þess að útfæra myndina. Og form og svoleiðis. Og mín reynsla er svo að það sé eðlilegast og sjálfsagt að vinna beint í efnið. Beint í efnið, já. Já. En ekki gera eins og margir gera til þess úti að þeir voru að gera þetta í leir og gifs og svo láta punktera þetta eftir í stein og svoleiðis og láta jafnvel steinsmiði gera það, það var ég alls ekki samt. Nei. En svo kemur það nú fyrir að þið vinnið stundum í fleiri efni, setjið saman til dæmis járn og ólík efni, járn og tré og til dæmis ef ég sé rétt að þá höfum við hér eitt dæmi. Hér notar það til dæmis saum til þess að já, það gerir líka til þess að fá einhvern veginn meira áhrif og frumleiðis að... Hér er bara saumur sem við höfum notað og hér er kopar. Já, og líka til þess að stækka hlutin. Einhvern veginn til að stækka hann og fá hann ríkar, já, svona með þessu. Það er bara það. Já. Og þessi efni, ólíka efni geta farið einhvern veginn betur saman svona og undirstryka hvort annað. En hvað vakir fyrir þér fyrst og fremst þegar þú vinnur svona mynd í fleiri efnum? Er það formspilið í sjálfri myndinni eða er það samsetningur þessari mismunandi efna sem hefur mikið með það að gera? Jú, það er nú það. Það er ólíka efni og formin náttúrulega líka. Form og efni. Það hefur stundum verið sagt um því, Sigurjón, að þú er ekki við eina fjöluna feldur og þú er jafnvígur á abstrakta list, abstrakta komposisjónur og á fíguratífa og nú höfum við mitt hér fyrir okkur bæði skissu af fíguratífri mynd og abstraktan komposisjón hér við hliðina á okkur. Segðu mér, hvort þessara listforma er nú þér eiginlegra eða kærara? Já, það er mjög erfitt að segja neitt ákveð það. Ég hef haft gaman að mjög miklu ánægju að gera eins og til andlitsmyndir og svona vera þessu portrett í fígúran líka svona og það hefur bæði, já, og það hefur bæði verið skemmtun og komið að góða haldi því það hefur, ég hef getað klárað með efnilega betur
En svo get ég nú eiginlega ekki gert sláandi mun á þessu því ég geri þetta af því ég skemmti mér við þetta. Hefurðu nokkra hugmyndum hvað mörg portrett þú hefur gert ævina? Já, eitthvað svona 100 gerir það. 100 ekki? Nei, það er eitthvað svona. Það er nú ekkert smáræði. En segðu mér annað, er einhver í þessum abstraktu myndum þínum, þær byggðar upp á einhverjum táknrænum hlutum eins og til dæmis það nokkuð í sambandi við trúarbrögð eða nokkuð þjóðsögukennt í þeim eða eitthvað sem við getum kannski kallað sérstaklega íslenskt. Nú, það þýðir ekki að neita að í mörgum verkum þínum þá koma fram einhver íslensk einkenni sem er kannski vont að koma orðum að. Við getum tekið til dæmis höfuðar Sigurður Nordal sem listasafnið á, að þar finnst mér alltaf eins og þjóðsagan sé snarlifandi og hvað hefur komið þér til með öðrum orðum? Ég skal segja þér Valdir, ég hef ekki haft neinn trúarlegar eða svoleiðis hugmyndir sérstaklega fram með því ég verið að gera þetta. Heldur að tólka eitthvað í sambandi við form og línur og annað því líkt. Og svo að það hafi verið skýrt eitthvað, látið heita eitthvað, þá var þetta erfitt að finna nöfn og þá var eitthvað sem, þá hefur það eiginlega orðið til jafnvel á eftir. Og stundum hafi nöfnin rúmað eitthvað yfir þetta, eitthvað hugtak svoleiðis að það gæti fallið undir þetta frá tradisjón eða svona frá þessum vanalega, þessum álítur sé eitthvað sögulegt og trúarlegt og svoleiðis. Þetta er miklu meira hugtök en ég hef ekki neitt frá þeim. Ég samband við þau. En aftur á móti með fyrirsætur þínar þegar þú gerir portrett að sérðu það strax hvað það er sem að gefur manninu svip eða það náinn kynni sem að skapa þetta samband? Jú, ég sé það nú oft fljótt. Ég er eiginlega dálítið glöggur á svip. Og svona því ég hef nú gaman að tekið eftir þessu vel en svo er náttúrulega viðkynning óheimikið atriði og að geta haldið samræðum eða haldið sér eitthvað sameiginlegt, jafnvel þó manneskjur séu ólíkar og það hefur aldrei strandað á þessu fyrirhættum sem ég hef haft. Ég hef yfirleitt verið mjög heppinn með þær og mér er suman sérstaklega minnst það. Sem sagt og það hefur aldrei komið fyrir að ekkert samband hefur skapað svoleiðis allt hefur farið í vaskinn? Það er eiginlega einu sinni. Einu sinni? Einu sinni, þá var það eiginlega mjög erfitt vegna samfélagsleysis. En það er önnur saga. En annars hefur þetta gengið mjög vel. og ég hef getað talað, og þarf eiginlega að tala leið við fyrirsætuna. Heim og geima. Það sagði mér. Og jafnvel ég er annars vannur því að ég bara man stundum ekki hvað ég hef sagt fyrir að viðkomandi fer að svara kannski og þá er ég eiginlega komin til læginu. En það var einhver sem sagði mér það einu sinni í gamni að þú gætir ekki unnið, þú gætir ekki mótorhjólið nema að tala, er það rétt? Já, þetta er orðið snar þáttur í þessu vinnu. Já, þannig til þess að halda viðkomandi lífandi og sofna ekki út af. Það er ekki hægt að bjóða öllum í nefið og þá verður það að tala. En eigum við þá að draga þar ályktanir eftir þessu að þeir sem taki í nefið séu betri fyrirsætur heldur en hinir sem ekki gera það? Já, þeir frekar að halda sér vakandi. Eða það skapast með þessu gott samband? Já, Sigurður Nordal, hann gerir það á sínum tíma. Hann kann tekið í nefið og hressi á því að það er dálítið erfitt að sitja fyrir og svona þó að sé nú ekki saman hjá ljósmyndara að þá er það samt sem áður þreytandi þykist út. En sitja fyrirmyndir oft fyrir þessum portrétti? Já, það náttúrulega voða misjafnt hvernig það heppnast, eiginlega hvernig mann finnst eiginlega ná svip og formi, en annars er það þó nokkuð sinn. Og ég hef nú verið einn af fljótastum með mynd á eitthvað 8 tímum, en það líka kostaði mig heikna erfið og svo náttúrulega þekkti ég þá fyrirsætu mjög vel og það var myndin af móður minni. Og þú gerðir hann undir einkennum kringumstæðum? Já, mjög slæmum já. Ég gerði hann á eldhúsborði hérna í íbúð sem að bjói á Hverfisgötu. Og hvernig þótti gömlu konunni? Henni fannst þetta hrein vitleysa að vera þessu.
Hrein vitleysa? Já. Og vildi hún ekki eiga myndina samt? Nei, hún vildi helst ég lét hún á safn. Já, lét hún á safn? Já. Og það tókst? Já, það hefnast. Segðu mér Sigurjón, hver eru þér minnistæðastur af þínum fyrirsætum eða þeim sem þú hefur gert portrét af? Ég veit að það er nú margir svona sem koma nú upp í hugan þegar ég verið að hugsa út í þetta. Það er nú til dæmis eins og Otto Gjelstið, það er nú við sérstaklega minnistæður. Danska skáldið, já. Já, og svo er það sömuleiðis Jónas Bjerg, prófessor. Ég gerði hann einu svona árunum af því mér fannst að ég var nú að hjálpa honum á kvöldin í vinnustofan, setja upp myndir og svoleiðis og hann var við góðum holdum og skemmtileg týpa. Já. Og fekk hann til að sitja fyrir hjá mér og vann með miklum áhuga. Og þetta var ekkert pantað eða neitt fyrirfram, svoleiðis. Og svo veiktist hann og í þessum veikindum léttist hann 40 pund, held ég. Svo þegar hann kom aftur, þá sá ég að það var ekki hægt að halda áfram myndina, svo ég byrjaði að nýju og lagði þess til hliðar. Svo liðu 1 eða 2 ár, þá var það út svona Frank. Prófessor sá þessa mynd í leir hjá mér og spurði á hverju ég hefði sendt hann ekki á sýningu og léti brenna hana. Jú, ég var nú svona, ég hefði nú ekki getað að klára þetta alveg eins og jæja, hann fannst hún svona klára sig samt þannig og ég gerði þetta og það viti menn að það fyrsta sem seldist á þessu sýningu, það var þessi mynd, safnið ég keypti hana. Danska vissar? Já, Statusmuseum. Statusmuseum, já. Og Bjerg var nú eiginlega hálf fonamaður út af þessu, af því að hann vildi heldur vera grennri en feitari, og var hálf önnu úti með þetta. Eða eiginlega út svo Frank, af því að það var nú svolítið rígur þeirra á milli. Þeirra á milli? Já. Það er svo sami Bjerg og gerði Pomona sem stendur hérna við... Já, það er einmitt það. Við Laugarsveit? Já. Ég hjálpaði honum stundum á kvöldin að setja upp myndir og... Þú hjálpaði mörgum af þessum danskum meisturum þegar þú varst unglingur í Kaupmannahöfn? Já, ég varð að gera þetta til lífsviðurværis. Já. Þú hefur nú lært eitthvað af því líka, var það ekki? Jú, ég gerði það víst. Það er vel náttúrulega. En fyrst við fórum nú að minnast á Pomona, þá liggur ég upp að það má gjarnan spyrja hver er munurinn á því að gera monumentalt verk og portrét? Jú, ég held að eiginlega portrét það liggur meira beint fyrir þannig í að skapa það, en monumentalt verk þarf maður að vinna og eiginlega skálda sjálfur, svona meira og allavega meira frjálst. Það er líka stærra í sniðum? Stærri í sniðum, jú, og kemur ýmislegt annað til greina, svona áhrif og virkning. Þegar þetta, er úti, þá kemur ýmislegt annað til greina en einhver hlutur sem er ekki stærri en mikið stærri en eitt andlit. En hvað er þér hugstaðast eða hvað er næst þér af gamalli list í höggmyndalist eða allt frá byrjun? Já, það stendur nú eiginlega mikið ennþá hjá mér eiginlega það sem ég var hrifinn af fyrir mörgum árum. Það er nú furðulega við að það er ennþá miðstöð svona eftir mínu viti í formu og höggmyndalist. Það er meira að segja Egyptar og trústneska listin og elstu myndir frá Grikkjum. Já, eldra tímabil, svona 500-600 ár fyrir Kristburð. Það er eiginlega mjög næst. En svo er náttúrulega, þarna kennir svo marga grasa að það er erfitt að flokka það svoleiðis beint í bása. Það kemur svo víða við. En af núlifandi mönnum sem að þú kannast við? Þar finnst mér þetta að vera svo mikið, svo stórt svið að það er eiginlega erfitt að taka nokkuð sérstakt fram svoleiðis. Hefurðu til dæmis séð höggmyndir eftir Picasso? Já, mér finnst það mjög interessant eftir þetta svona og sterkar. Það finnst mér. Og á Glyptótekinu í Kaupmannahöfn, þar eru myndir eftir Degas,
Já. Sem eru að mínu áliti afskaplega skemmtilegar skúlptúr. Það eru dýraskúlptúr, hestar. Já, það eru lifandi og mjög inspírandi. Og af því að ég er nú málari þá álít ég nú að það hefur einhvern veginn komist inn í kollin á mér að enginn geti verið góður myndhöggvari nema að vera málari á leið. Er það rétt? Það getur líka vel verið að geta enginn verið. Nei, þetta er náttúrulega, það þarf að geta verið svolítið bæði að taka tillit til lita og svo líka vera án lita. Það finnst mér líka voða mikið atriði í höggmyndalist. Það er að geta eins og lokað lit úti og halda sér svona rétta formi en náttúrulega vita af litum og ég held að það sé mjög undirstaðið í öllu þess að vera ekki litblindur síðan svo og heldur ekki blindur á form og dýpt og Nei, auðvitað spila þessi þættir algjörlega saman. Já, ég held að þessi haldist bara mjög mikið í hendur.
Frú Birgitta, hvað langt síðan þú flyttir til Íslands? Það orðin 12 ár síðan. 12 ár síðan. Og segðu mér eitt. Sigurjón segir mér það að þú sést það góð í íslensku að þú hjálpir þínum börnum með skólarærdóminn og sé miklu betri heldur en hann. Það er ekki satt. Er það ekki satt? En svo segir hann mér aftur á móti að þegar að hann reiðist á dansku, að þá sé hann miklu flinkari í því máli heldur en þú. Já, kann að vera það rétt. En hvernig fer maður að læra íslensku á svona skömmum tíma, svona erfitt mál eins og íslenskan verið? Það veit ég ekki, mér finnst ég hafa nú ekki lært íslensku, en ég veit heldur ekki hvernig maður, ég útskýri hvernig maður er að fara að. Fannst þér reyna að hlusta og... Fannst þetta erfitt? Já, absolutt erfitt. En þú ert búinn að ljúka því þú talar íslensku allra manna best af erlendu konu sem ég kannast við. Það er náttúrulega að heyra. Já, já. Konur inn til frú Birgittu fyrir þegar að góðan gest bar að garði, einmitt þann mann sem var einna velkomnastur á þessu augnabliki því að það eru ekki neinn annan að ræða en Einar Ríka Sigurðsson sem allir kannast við og hann hefur setið fyrir hjá Sigurjóni Ólafssyni og hans fjölskylda hefur öll verið mótherjar Sigurjóni Ólafssyni svo að það er mjög eðlilegt að maður snúi sér til Einars og spyrji hvernig er eiginlega að sitja fyrir hjá Sigurjóni? Það var mjög ánægjulegt. Sigurður er ræðilmaður, ég hef nú gaman af að tala en ég held að ég hefi fyllilega fundið jafn okkar minn þarna. Já, nú verð ég að snúa þessari sögu aðeins við því að Sigurjón sagði einmitt við mig ekki fyrir löngu að það hefði þó minnst að kosti einn maður slegið sér út í kjaftaði við vinnubróðu það var Einar Sigurðsson. Er þetta rétt? Nei, það held ég að sé ekki rétt. Þetta er bara lítillæti hjá Sigurjóni. Og það voru engar barnasögur sem að hann sagði mér. Það var frá hernámsárunum í Danmörku þegar hann var í andspyrnuhreyfingunni. Og þjóðverjarnir eltu hann og hann elti þjóðverjana. Og það var ekki neitt skrapjárn eins og hann notaði á leirinn. Það voru byssustingir og skambissur. Nei, þetta nú heldur of mikið eitt, það var nú ekki svona mikið einu að þó að væri náttúrulega á stríðsárunum er mörg að dýna og segja sem er alveg furðulegt. Og ég hef náttúrulega, það hefur ekki komist hjá því að þetta hefur hlaupið upp og ég hef sagt að ýmsum af þessu og ég veit ekki hvort þeir hafi tekið alvarlega eða ekki. En það er nú ýmislegt svona sem hefur skeð, ekki náttúrulega með byssustingjum og þó með skambissum sem maður fengið hótað ýmsu lífláti og öðru slíku. En Einar hann hlustaði nú ágætlega og ég reyndar líka. En það var nú þetta með börnin, þau gáfu ofta ekki að vera til þess að við gætum talað meira við það saman. Var þetta kannski komið út í það að þið voru fannir að mjötast hver væri mælskari? Nei, ekki vil ég nú segja það. Hver væri hvað? Mælskari? Nei, það held ég ekki. Það er nei, en ég hef gaman af þessu, ég segi nú lítið svona vanlega og þegar maður hittir einhvern mann sem hann ennir að hlusta þá er oft gaman að segja og þá komið ýmsar hugmyndir og myndir sem að líka frá öðrum sem aðra hafa upplifað. Var Sigurjón harður húsbóndi? Og já, hann vildi að ég kæmi reglulega og héldi mig að þessu. Já. Og sastu lengi fyrir í einu hjá hann? Já, það var víst 1 til 2 tímar. Já, Einar var ágætur og passaði þetta mjög vel og hafði sérstaklega gott lag á börnunum
að stilla þau og sem er dálítið vandasamt einmitt undir svona kringumstæðum. En hvernig er það einar þegar að búið er að gera svona portrett af manni í leir eða eir? Þekkir maður sjálfan sig þá? Já, það held ég nú. Já. En maður eldist nú fljótt og ammyndast. Já, maður getur nú ammyndast í leirnum líka, ég veit rétt. En fer maður það nokkuð á tilfinninguna hvort að þetta sé nú eiginlega komið á síðasta dag hjá manni og hér sé verið að reisa verið nokks konar minnisvarða? Nei, það held ég ekki. Nei. Maður hefur gaman að eiga þetta svona sem minningu, sérstaklega krakkana þegar þú voru lítil og ég held að maður hafi þeim meira gaman að þessum myndum sem maður verður eldri. Það hefur aldrei slegið inn á brínun milli listamannsins og þíns meðan það stóð? Nei, aldrei. Þú kannski tekur í nefið? Nei, það ger ég ekki, en ég drakk mikið kaffi hjá honum. Jú. Og hvernig ertu ánægður svo með árangurinn af þessu samstarfi ykkar? Já, ég er ánægður með það. Ég er sérstaklega ánægður með mynd sem gengur undir nafninu Barnakallinn heima á heimilinu. Já. Og raunar allar myndirnar, mjög ánægður með þar. Ég held að hún hafi tekist prýðilega. Nú ert þú einn af mestu athugunarmönnum á þessu landi og mér langar nú til að spyrja þig einni spurningu sem oft vill brenna við að almenningur gerir sér ekki grein fyrir. Að ég held að sé þannig að almenningur álitið að listamenn geri aldrei neitt, að það sé engin vinna að fást við list. En nú hefur þú kynnst þessu svolítið og hvað segir þú um það? Ég var alveg undrandi yfir því hvað Sigurjón var alltaf sívinnandi og hvað hann afkastaði miklu. Já. Og þú ert þá sem komin á þá skoðun að listamenn vinni eins og aðrir þegnum þjóðfélagsins, þrátt fyrir allt? Já, það er ég alveg viss um. Minnsta kosti hvað myndhöggvara snertir. Ég skal ekki segja málarana. Það er nú orðið svo fáir drættir í þessum nýju myndum hjá þeim, en mér sýnist það nú ekki vera mikið afrek. Það er mikil handverk. Nei, en þú hefur nú kynni líka af annarri tegund listamanna, þar sem Þórbergur er nú að skrifa undir bækur í augnablikinu. Og getur þú sagt mér nokkuð um mismuninn á þessum tveimur tegundum af listamönnum, rithöfundinum og myndhöggvaranum? Já, Þórbergur hefur vitaskuld ekki jafn gott tækifæri til að tala eins og Sigurjón. Því hann verður meira að hlusta. En hins vegar tökum við Þórbergur okkur alltaf hvíld frá skriftunum, bæði fyrir, sérstaklega áður við byrjum og eins í lokin. Já. Nú hefur Sigurjón ekki lagt orð í belg hjá okkur nokkra stund. Jú, ég hef sagt alveg nóg. Og ég held að ég get sýnt að ég get vel haldið kjafti. Já, það ég ætti að vera sanna. Jæja, Sigurjón, þú ert fæddur á Eyrarbakka, 1908. Nú, þú verður bara 60 í ár. Jesús, já. Og ólstu þar upp lengi? Ég var fram yfir fermingu. Fram yfir fermingu? Já. Þá kemur hingað í bæinn? Já. Manstu eftir nokkru sérstök atviki frá Eyrarbakka sem varð nú til þess að þú férst áhuga á höggmyndalist frá bernskunni? Nei, eiginlega ekki. Eiginlega ekki? Nei. Og hvernig aðstæðist þetta til þá að þú lendir út á þessari? Svei mér, ég get ekki svarað, ég veit það ekki. Getur ekki svarað því? Hvernig þetta vildi til? Já. Nei, ekki nema þetta ég hefði gaman að teikna og var alltaf að því öllum stundum þannig á bakkanum. Og fór þar í krambúð og fekk pappír og svoleiðis og teiknaði og lék með þetta, stráum og sandi og öllu mögulegum. Ég teiknaði til dæmis valdi mín í sandinn í flæðarmálinu og svo hafði ég svo gaman þegar þetta var þurrkað út í flóði. Já, og svo byrja ég aftur. En reyndur þú nokkuð módelra? Já, í sandinn svona. Í sandinn? Já. Svo það er með öðrum orðum sandurinn á Eyrarbakka sem hefur vissa ábyrgð á þér en ekki Stokkseyrabrýmið fræga eins og hefur nú komið fram í listasögun á Íslandi. Já, nei, sandurinn var ágætur á Eyrarbakka. Sérstaklega fallegur og góður sandur. Eiga þér nokkuð eftir því þarna fyrir austan af verkum? Nei, það er mjög lítið. Þó er ein mynd í kirkjugarðinum á Eyrarbakka. Það er minnisvarði eða legsteinn yfir Gísla Pétursson. Gísla Pétursson? Það var héraðslæknir, já. Já.
og á að vera táknrænt svona fyrir læknir. En það er nú betra að sjá það, ég get ekki lýst því alveg. En fleira? Svo er ein mynd á Stokkseyri í granít að Jóni Sturlusinni. Hann var mikill sjómaður og formaður og yfirleitt mjög mikill happamaður. En það er eitt sem vantar í þá mynd, það vantar pípuna því að hann var alltaf með pípu frá morgun til kvölds. Það sá hann aldrei öðruvísi. Og það verður ekki passað í það skúlptúrera form? Nei, en það hefur nú kannski verið hægt að gera það núna. Þegar þú kemur til Reykjavíkur, sástu þú eitthvað af list? Það var lítið, en ég byrjaði hjá Ásgrími Jónssyni. Að mála? Ég fekk þar inni, það var Aðalsteinn Sigmundsson, hann kom mér í samband við hann. Já. Sem var skólastjóri á Eyrarbakka. Og fannst þér Ásgrímur ekki ágætiskennari? Jú, en hann hafði þann síð að hann sótti mig heim. Og hann bjó á Nönnugötu og kom vanlega svona 2 í viku. Og þá, saman leyti, var Þorvaldur líka í læri hjá honum. Skúlason? Já, og hann tók ekkert fyrir þetta. Nei? Nei. En ekki hefur nú Ásgrímur komið inn á höggmynda? Nei, svo var það náttúrulega stutt að fara til Einars Jónssonar. Og ég gerði svo djarfur góða við þetta að hringja upp hjá honum. Þá munaði minnst ég færi frá þegar ég heyrði í súlunni tómahljóð innan verði. Og þá var það Einar sem kom nunnandi hann niður stigann. Og hann tók ágætlega á móti mér og ég fekk að byrja það. Og þú þá hafið þitt höggmyndanám meira hjá Einari Jónssyni? Já. Og síðan ferð þú til Kaupmannahafnar? Já, það var 28 held ég. Já. 1928? Já. Og þá ertu 19 ára? Já. Og varstu heppinn með kennara þar til að byrja með? Jú, það er eiginlega, ég var sjóhætt að segja það. Það var út svo Frank. Út svo Frank, já. Já. Já, þú varst mjög lengi undir hans handleiðslu? Já, ég var það eiginlega ég vann þannig, ég var nú fyrst eiginlega þessi 4 ár á skólanum. Tók hann burtfararpróf 33 og svo var ég hans aðstofamaður í 15-16 ár. 15-16 ár, já. Já. Og það var á þeim tíma sem þú segist hafa strengt upp hestinn á Kóngsins Nýjatorgi? Já. Og hvað meinarðu með því að hafa strengt upp hestinn? Ég hef nú aldrei sagt strengt, en ég var að reyna að rétta hann upp. Það er að reyna að rétta hann upp? Já. Og þetta er gamalt listaverk frá hvað? Það er frá 1612 held ég. 1612? Ég svo lýs, já. Og einhvers staðar hef ég séð það að sá sem að gerði þennan hesta, hann hafi byggt höll fyrir það sem hann fekk fyrir Já, þeir fengu það í Borgum. Það gerði líka Salli sem gerði riddaramyndin á Amalíuborg. En þú hefur náttúrulega ekki byggt neina höll fyrir viðgerðina? Nei, ég fekk mér tímakaup og var hálfan dag að vinna þessu í 3 ár. Í 3 ár? Já. Og þú vannst fyrir fleiri, þú vannst fyrir... Svo vann ég fyrir Jóhannes Bjerg og ég vann fyrir frú Anne-Marie Carl Nielsen. Frú Anne-Marie Carl Nielsen, já, konu Carl Nielsens. Carl Nielsens, já. Var það ekki eitthvað svolítið skrítið? Það var dálítið sérstakt að gaman að vinna þarna, en ég þurfti að fá borgun daglega. Og hvernig stóð nú á því? Því að það sagði mér út svo Frank að hún átti erfitt með að greiða peninga þó hún nætti þá fyrir. Þú nætti það fyrir. Og fékkstu þetta? Já, af því ég fekk það daglega. Og hvernig fórst þú að skýra þetta fyrir konunni? Ég sagði það sem var alveg rétt, að ég þurfti á þessum peningum að halda til lífsviðurværis. Og það er að segja fyrir smörrebrauð og bjór? Já, bara til að geta lífað daglega. Ég hafði ekki meira. En svo færð þú verðlaun fyrir mynd sem heitir Verkamaðurinn. Já, 1930. 1930? Já. Og það var Eckersbergs medaljan, var það ekki? Nei, hana fekk ég 38. 38? Fyrir myndina Móðurinni. Fyrir myndina Móðurinni, já. Sem þið gerði á eldhúsborðinu? Já. En fylgdi þessum orðuveitingum nokkur fjárhæðir eða styrkir? Já, það fylgdi, gullmedalínu var nú ekki svo mikið, já, en þó það var eitthvað 1000 krónur í þáttíð, en svo fylgdi, það var eiginlega þessum Eckersberg pening, þar fylgdi 3 hvert ár, talsverð upphæð, 2-3 þúsund. Svo þú getur með sanni sagt að Danir hafi verið hríðhollir á þessum árum? Já, að nokkuð leyti.
Var nú ekkert svolítið erfitt á þessum árum? Jú, til dæmis Karlsbergsfornið gæti aldrei keypt af mér af því ég var Íslendingur. Að þú varst Íslendingur? Já. Við varum drukku Íslendingar ekki nógu mikinn bjór, svo kannski... Nei, en við áttum að sækja danska ríkisborgararétt og það gerði ég ekki. Og það vildir þú ekki, nei? Nei, ég hafði fæðingarrétt en ekki danska ríkisborgararétt. En hér á gólfinu... Þeir keyptu eina mynd þegar ég fór, eftir ég fór að Geltið. Að Geltið? Á Áttu Geltið, já, sem ég gerði í Brennturleir. Hér á gólfinu fyrir frá mig liggja bækur fullar af úrklippum frá þessum tíma og ég sé hér strax að ég opna þetta. Þá sé ég það að þú hefur gert skreytingar við ráðhúsið í Væli á Jótlandi. Jú. Og þær skreytingar var ansi mikið ritað á sínum tíma og virðist það verið dálítið skiptar skoðanir eins og oft vil nú verða. Jú. Og þú verður nú að viðurkenna það að það kemur nú ennþá fyrir þann dag í dag þegar til dæmis enn skiptar skoðanir sérstaklega mun kannski hestindinn sem að Reykjavíkurborg nýbúin að setja. Jú, en það ég ætla að stjóta einu hérna með hestin að það vantar fólandi. Það vantar fólandi, já. Já, það mætti það fyrir. En nú er þetta alltaf gaman að leggja saman 2 og 2 því að einmitt stýrinn út af þessum væliskreytingum, hann virðist byrja út af því að það þóttu nokkuð óskiljanlegar myndir vegna þess að þær voru, hvað er það að segja, dálítið þéttar í forminu. Já, dálítið ýkta. En nú aftur á móti virðistu fá helst kritík fyrir það að hesturinn séu of... Og grannur. Grannur? Já. Svo þarna kemur nú fram viss þróun í þínu ferli. Já, það eru breytingar og þetta var kannski ekki rétt. Er það rétt að Vælubúar þeir gerðu nú svolítið grín að þessu til að byrja með og það var mikið þetta að skrifa og þú varst frægur maður fyrir bræðið? Já, það var talsveit mikið þetta að skrifa í Danmörku en það var nú eitt sjálft ráðhúsplássið, það var mikið umdeilt og kostnaðarsamt og það komst pólitík í þetta. Það voru alþýðuflokksmenn við völd og svo voru það sjálfstæðir eða íhaldsmenn og svo var það pólitík að þetta væri þá kostnaðarsamt og myndina voru þeir heldur ekki ánægðir með og vildu helst sökkva þeim í sjó og ég veit ekki hvað og hvað. En þeir geymdu þetta í skúr í 15 ár. Í 15 ár? Já, og þetta voru 10 tonna myndir, 10 tonn og granít. Og svo var það að lögfræðingur í Kaupmannahöfn, hann hugsaðist það að höfða mál á hendur Væli fyrir að geyma þessi verk lokuð inni og ég ætti að fá skaðabætur fyrir vöntun og auglýsingu og svo framvegis og verið sér að fá myndina aftur. Og þá fóru þeir af stað og byrjuðu og svo settu þeir myndina upp og ég var með að setja þær á sinn stað og þetta gekk allt blíðilega og þær standa þar enn og hingað kom borgarstjórinn í fyrra sumar og þakkaði mér hjartanlega fyrir þetta. Men hann getur þú séð, það oft fljótt að skipa stöður í lofti með listina. Já, það getur breyst. En fékkstu fleiri verkefni í Danmörk á þessum tíma? Nei, eiginlega ekki. En svo tók ég þátt í samkeppni minnisvarða yfir H.C. Andersen og við vorum 3 í... Já, og það er nú einmitt hér fyrir framan er grínmynd af því sem að... Já, og við vorum 3 sem að það var svo sem bygging og það átti að vera bókasafn og leikhús og ýmislegt og þar gerði ég tilvöra skreytingu á gler sem eru þarna, þú veist, í þessu byggingu. En þetta var aldrei framkvæmt. Nei, þetta átti að standa það sem að tífóli er. En þú hefðir ágætt að vinnustofa á þessum árum er það ekki? Jú, í Nýhöfn 63, þar bjó ég í 14 ár. Sigurjón, þegar svo kemur þú heim frá Danmörku hingað til Íslands, hvenær alfarinn? Já, það var með fyrstu öðru skipi eftir stríðið, með Lagafoss. 45? Já, það var 45. Og við vorum hálfa mánuð á leiðinni, það var nú tundöfla hætta þá og var að fara innan skerjagana Noregs og svo beint vestur og við vorum hálfa mánuð, þetta var í sjálf og svo skemmtilegt ferðarlag. Og já, þá kom ég hingað. Settustu þá kannski strax að hérna í Laugarnesinu? Já, ég fór að leita inni hér og hafði nú huga á að geta unnið strax, svona að höggva. Og þá var nú eiginlega byrjast að leita svona hérna í þessa bragga og þessa svona eftir stríðið og
og þá valdi ég hennar staði hérna á Laugarnesi. Ég var nú svolítið kunnur hérna á Laugarnesi þegar ég var að vinna hér af húsamálingu á árunum. Ég var húsamálari í 3 ár, lærði þetta. Að þá vann ég hérna 1 sumar eða meira hérna á spítalann, Hvolsvíkurspítalann, og var svolítið kunnur þessu stað. Og þú hefur þá þegar búin að uppgöta að hér var alveg glæsilegt útsýni? Já, fallegt og yfirleitt ákjósanlegur staður. Það sem að vinnustofa þín stend og heimili stendunum hérna alveg á sjávarbakkanum, kemur það ekki fyrir að saltið ríkur hér yfir? Jú, það nú eiginlega, það kemur svolítið selta en það fer eiginlega aldrei yfir. Því að eyjan hérna, Engey, hún tekur af og þetta eiginlega eins og vel varið hérna. Svo það ekki svo bölvað í vestanáttinni? Nei. En þegar þú kemur heim, fékkstu þá einhver verkefni strax? Nei, ekki manni það. En þá ferðu að höggva í Grástein? Ég fór að huga, já, vinna í Grástein. Og þessar stóru Grásteinsmyndir þínar, þær eru frá þeim tíma með Jú. En sérðu nú nokkuð eftir því að hafa farið frá Danmörku? Nei, en þetta var náttúrulega eins mikið stökk. Því að ég var orðinn þannig dálítið gróinn og yngróinn svona. En stríðið og allt þetta hafði þau áhrif á mig að ég var feginn að losna úr þessu viðhorfi og þessu andrúmslofti sem ríkti þar og sömuleiðis þráði ég að komast heim og heilsa upp á móður sem var og skyldmenn og í Blindland. Þú nefndir hérna áðan að það voru 2 menn sem hefðu setið fyrir hjá þér sem verði sérstaklega minnistæður og þeir voru nú báðir Danir. En hvað Íslendingana? Jú, þeir hafa verið margir mjög skemmtilegir og það er til dæmis eins og Sigurður og Nordal, það var ansi fróðlegt og gaman að gera þessa mynd af honum. Og svo var séra Bjarni, hann er mér sérstaklega minnistæður því að hann sagði mér margar sögur og svo sagði ég honum, spurði ég hann, fengið tækifæri til að spyrja hann af þessu sögur sem var sagðar af honum og þar fekk ég að vita hvað væri rétt og hvað væri skáldað og ég gerði mig grein fyrir því og það var ansi gaman að því. Ég hef aldrei vitað það ein saga séra Bjarna, hún gengi alveg eins sögð all landið og væri ekki fótur fyrir henni. Og þetta sagði séra Bjarni mér. En svo sagði mér sögur sem hafa hvergi verið sagðar, sem voru ansi skemmtilegar. Manstu þessar sögur sem gekkum all landið? Nei, ég man nú ekki, en það er hægt að spyrja svo að segja alla því þeir þekkja hann. En ég man eina sögur sem hann sagði mér, eða svona, og svo sagði mér það hvað væri satt og hvað væri logið og það var aðeins og hann var mjög skemmtilegur og lífandi maður. Já, en það fleiri? Svo var það séra Friðrik, hann var ágætur og virkilega gaman að gera mynd af honum. Satt hann fyrir hjá þér? Hann satt fyrir hjá mig, já. Ég gerði mótil af þessari mynd sem var á Lækjardal, gerði ég hérna á Laugarnesi. Það var líka skömmu eftir að koma heim og hann var sérstaklega skemmtilegur. En það ekki eitt af þínum kærustu verkefnum sem þú Jú, það er óvægt að segja það. Mér minnir á að segja mér það. Já, það er alveg óvægt að segja það. Og þessa mynd stækkaði ég á Sjálflandsborg, ég fekk þær inni í Höfn, það var gerðið stórt og hafði ágætar aðstæður og vinnustæðar. Ég fekk það reynda fyrir ekki neitt á Sjálflandsborg sem annars var nokkuð dýrt og ég fekk að vera þar á öllum tíma og dyravörðurinn og húsvörður þarna á Sjálflandsborg, þeir voru nú yfirleitt mjög strangir, ég gaf honum íslenska saltfisk og þá var allt í lagi. Og núna sem stendur, þú hefur nýlokið við stórt verk af Ólafi Thors. Já. Sem við séð í þessum þætti. Já. Og nú sem stendur þá ert að vinna að skreytingu á vélarhúsinu við Búrfell, er ekki rétt? Jú. Og það er gríðarmikið verk. Já. Eftir því sem að mótinu sem við sjáum hér núna virðist gefa til kynna. Jú. Það er mjög stórt í sniði. Og það er það sem þú ert að vinna að núna? Já, og það er eiginlega, ég er búinn að stækka þetta og það er búið að setja þetta í steypu, helminga því og hitt kemur held ég í haust. Svo þetta er alltaf á góður leið. Hvað er hún löng, þessi skreyting á þessu vegg? Veggurinn allur er eitthvað 90 metrar
og skreitingin er eitthvað innan við 80. Og þetta er steypt í sjálfan vegginn, eða ekki? Já, með steypunni. Með steypunni. Metir þykkan vegg. Metir þykkan vegg, já. Já. Jæja, Sigurjón, og að lokum þá langar mig til að spyrja þig að einu. Ég man það að það var frænkaðinn einn sem sagði mér þá skemmtilegu sögu að þegar þú hefur verið að leggja út á listabrautina þá eru komin til móður þinnar og sagt við hana að þú ætlar að fara að leggja út á þessa merkilegu braut. En þá hefur gallankonan sagt á hvað ætlar þá að lifa Siggi minn? Og hverju svaraði þú? Ég svaraði því að já, það hendunar, ef þær myndi ekki bíla þá væri allt í leið. Og þá er sagan sönn? Já, hún er sönn.